Sælkrakkar, nú ætlum við að læra nýjan bókmenntaflokk sem heitir ungmennabókmenntir eða Young Adult Fiction. Það nefnilega ekkert svo óskaplega langt síðan fólk áttaði sig á því að það var eitthvað millistig á milli þess að vera barn og fullorðinn og þar með talið í bókum. Við tölum ennþá stundum það að við fermingu þá komi börn í fullorðna manna tölu, við óskum til hamingju í kortunum og við segjum það jafnvel velkomin í fullorðna manna tölu. Og í sumum löndum var alltaf litið á það að drengur væri orðinn stór eða orðinn fullorðinn þegar hann hætti að ganga í stuttbuxum. Það var nú kannski ekki við okkur. Fyrr á öldum voru til dæmis dæmi einstaklinga sem hófu háskólanum á fyrri hluta táningsárana sem myndi þá vera 13, 14, 15 og stúlkur töldust vera komnar á giftingaaldur á svipuðum tíma. Og þar með náttúrulega orðnir fullorðnir einstaklingar. Í dag gera menn sér hins vegar grein fyrir því að á milli barna og fullorðna nokkuð skýrt æviskeið sem kallast unglingsár sem eru þau ár sem að þið eru núna að gangi gegnum og eigið ennþá töluvert eftir af. Unglingsár í dag talið mikilvægur þroskatími og þóttu standi samkvæmt flestum mælikvörðum frá svona 13 til 18 ára, þá líka vitað að líkamlegu þroski hefst í mörgum tilfellum fyrr og stendur yfirleitt mikið lengur, alveg fram yfir tvítugsaldurinn. Og það ekkert svo langt síðan menn fóru að skrifa svo kallar unglingabækur. Þegar við sjálfsagt lesið eitthvað af þeim í gegnum tíðina, en slíkar bækur mjög ólíka barnabókum að flestu leyti og þær fjalla oft ástina, vináttu, sorgir og fleiri svona efni sem unglingum oft hugleikið og þeir kannast við kannski úr eigin heimi. En frekar nýlega áttu menn sig þó á því að það var komin fram nýr flokkur bóka. Bækur sem höfðuðu ekkert síður til þeirra sem voru eldri en 18 ára og þeirra sem voru réttnefndir unglingar. Þessi að fólk allt upp í 25 og jafnvel eldra upp í 30 hafði gaman af þessum bókum sem að kannski margir hverjir hefðu ekki haft gaman af unglingabókunum með sín einföldu vandamál. Bækurnar höfða til ungmenna, sem sagt þessara young adult og þær höfðu ekki síst til fólks á 30-aldri og jafnvel ennþá eldri. Ungmennabókmenntir af öllu tagi, það eru myndasögur, það eru ljóð, skáldsögur, smásögur og margt fleira. Það einnig til fræðirit fyrir ungmenni. Ungmennabókmenntir fá skjarnan dálítið flókin og þung viðfangsefni, aðeins flóknar heldur en unglingar kannski eiga að venjast og þar má oft finna rauða þræði eins og leitina sjálfum sér. Það náttúrulega að finna hver maður hvað maður vill. Vímuefnaneyslu og vanda, þunglindi, sjálfsmorð, einelti, ofbeldi, kynhneigð og kynlíf. Það má eiginlega segja að ungmennabókmenntir séu tilraun til að fást við viðfangsefni sem þeir þurfa að glíma við sem að leggja út í lífið. Oft fjallar þeir átök sem fylgja því að verða fullorðinn og ráða sig sjálfur, átök kannski við foreldra eða aðra aðila sem vilja stjórna manni. Ungt fólk á yfirleitt auðvelt með að samsama sér sögupersónum bókanna og mikil áhersla lögð á söguþráðinn sem oft spennandi og flókin. Bækurnar yfirleitt ekki á of flóknu eða erfiðu tungumáli eða máli og lýsa tilfinningum og hugsunum oft þannig að það auðskilið. Kannski eru þær sem eru bækur sem ætlaðar eingöngu fullorðnum og ekki beint unglingum, þær eru kannski oft á örlítið flóknara máli. Nú verða rædd nokkur atriði sem gjarnan koma fyrir í ungmennabókmenntum. Og þar ber fyrst að nefna endurfæðingu. Það mjög algengt að aðalpersónan gangi gegnum miklar þjáningar eða erfiðleika, upplifi eitthvað rosalega erfitt, en kemur út úr því sem nýr og betri einstaklingur. Líf hennar tekur stakkaskiptum, oftast vegna utanákomandi erfiðleika. Hún hefur lært eitthvað mjög mikilvægt sem að gerða hana betri, nýjum og betri einstakling.
sem að hefði kannski ekki gert, hefði hann ekki gengið í gegnum þessar þjáningar og erfiðleika. Svo það syndafallið. Afar algengt að aðalpersónan geri eitthvað af sér sem verður til þess að hún verður útskúfuð eða fordæmt. Geri eitthvað af sér þannig sem samfélagið samþykir ekki og persónan í raun afneitað. Ferðalagið, það mjög oft þarf aðalpersónan að leggja í mikið ferðalag, kannski til að leita að einhverju, finna eitthvað, finna uppruna sinn. Það getur verið hvað sem er. Stundum það bara andlegt ferðalag sem hún þarf að fara í, en mjög oft bara venjulegt ferðalag. Prófsteinn. Aðalpersónan þarf ofta að undirgangast eitthvað próf, dóm eða áskorun til þess að geta haldið áfram sögunni. Eða til að geta haldið lífinu áfram, það að segja. Eyðing. Aðstæður eru oft þannig að yfir öllu sögusviðinu vofir eyðilegging og auðn. Aðalpersónan áttar sig oft á því sem alls ekki allir sjá í sögunni, að heimurinn er orðin eða stefnir í að verða fáránlegur eða vondur. Og þá þarf væntanlega sögupersónan að gera eitthvað í því. Sambandserfiðleikar. Oft hann ekki á aðalpersónan í erfiðu eða tilfinningaþrungnu sambandi við foreldra sína, fjölskyldu eða vini. Vitringurinn. Hjálp kemur oft frá eldri manni eða konu sem býr yfir miklu viti og nær tengslum við aðalpersónuna. Hún veit oft meir heiminn en persónan og kennir henni. Yfirleitt kannski aðalpersónan ungur maður eða ung kona og þá það eitthvað eldri sem hefur miklu meiri lífsreynslu sem getur leiðbeint. Hetjan. Aðalpersónan þarf oft að vinna hetjudáð, oftar en ekki fyrir samfélagið allt. Bjargar einhverju þannig að samfélagið kannski í einhverjum vandræðum og aðalpersónan gerir eitthvað, reddar einhverju, bjargar einhverju þannig að samfélagið nær að haldast. Og svo fórnin að lokum. Mikilvæg persóna í sögunni er tilbúin til að deyja fyrir eitthvað málstað. Upp úr erfiðleikunum sprettur sannfæring sem ekki er hvikað frá. Trúir því að þetta sé hið eina rétta og hann er tilbúin að deyja til þess að halda þeirri sannfæringu á lofti. Persónur verða sumar siðferðilega mjög sterkar.